Samhengi tilverunar viðfangsefni kirkjunnar. Samhengi hins efnislega og hins andlega, samhengi lífs okkar og forgengileika og samhengi tengsla okkar við Guð og hvort annað. Við erum sköpuð í tengslum og við erum sköpuð til tengsla. Ástarsögur hafa verið sagðar á öllum tímum og þjóna því hlutverki að fjalla þörf okkar til að eignast jafningja að maka og skapa tengsl. Vandaðar ástarsögur aðstoða okkur við að skilja og samsama okkur með reynslu annarra. Í gegnum sögur af tengslum annarra öðlumst við verkfæri til að vinna úr eigin tengslasögu og sögur af ást veit okkur von að tengslin í líf okkar megi vera heil. Biblían inniheldur margar ástarsögur og segja má að Biblían í heild sinni sé ástarsaga í viðleitni sinni til að koma á framfæri ást Guðs til okkar mannanna. Þekktasta ástarsaga Biblíunnar hefur sögusvið í Betlehem og það á hún sameiginlegt með þeirri sögu sem ég vil deila með ykkur, en hana að finna í Rutarbók. Rutarbók fyrir margar sakir merkileg, en þessi stutta ástarsaga sem líklega skrifuð af konu falin á milli Dómarabóka og Samúelsbóka Gamla testamentisins, sem báðar fjalla æðstu valdsafa Ísraelsþjóðarinnar. Í beinni andstöðu við þær áherslur hafa aðalpersónur Rutarbókar, konurnar Naomi, Rut og Orpa, engin völd og glíma við sára fátækt í samfélagi þar sem landeignir karla stjórnuðu öllum kjörum kvenna. Rutarbók því dýrmætur vitnisburður hugarheim kvenna í karlaveldi, fátækra í lénsskipulagi og útlendinga í landi þar sem fordómar voru miklir. Sagan hefst í Betlehem, en þar segir að í hungursneið hafi hjón flúið til Móabsléttu og settust þar að. Það farið hratt yfir sögu, en í framhaldinu aðstæðum þeirra lýst. Elimelek, maður Naomi, lést, en hún lifði mann sinn og báðir synir hennar. Þeir tóku sér móabískar konur og hét önnur Orpa en hin Rut. Þau höfðu búið í Móab í nærri því 10 ár, létust einnig synir Naomi. Naomi komin í þá stöðu að hafa mist fyrirvinnur sínar og blóðfjölskyldu alla og sér enga aðra kosti en að snúa heim. Tengdadætur hennar báðar barnlausar og ungar og þau kveður hún þær, Orpu og Rut, með þá von í brjósti að þær geti fundið hamingjuna á ný. Orpa og Rut í sömu stöðu en velja mjög ólíkar leiðir. Grátandi lýsa þær því báðar yfir að þær vilji fylgja henni til heimaland síns, en þegar Naomi reynir að telja þeim hughvarf, velur Orpa að vera kyrrt en Rut að fylgja tengdamóður sinni. Rut segir: Reyndu ekki að telja mig á að yfirgefa þig og hverfa frá þér, því að hvert sem þú ferð, þangað fer ég, og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk mitt fólk og þinn Guð minn Guð. Þar sem þú deyrð, þar dey ég og þar vil ég verða grafin. Ástarjátning Rutar einstök bókmenntaperla og lesin í brúðkaupum gagnkynhneigðra jafnt sem kvenna sem kvænast hvor annarri. Rutarbók merkileg ástarsaga sem fjallar líkt og svo margar af sögum Biblíunnar á raunsæjan hátt aðstæður fólks. Sú ást sem birtist í sögunni af mörgum toga og einskorðast ekki við elskendur, heldur fjölskylduna alla. Konur Rutarbókar okkur fjarlægar í tíma og menningu, en þær mikilvægur vitnisburður þá list að fylgja hjarta sínu, elska óhrædd og ögra þeim tálmum sem hindra fólki að elska. Biðjum með sálmi kvennakirkjunnar. Jesú, þér við þakkir færum, þú öllum skjól og hlíf, hófær þína helst við lærum, hún ber vott fagurt líf.
Jákvætt oss þú Jesú sýndir, jafnréttið sem heilagt mál, æðri lifun aldrei týndir, eilíf blessun hverri sál.